Endalega byrja þér, hvað heitir þú og með hvað myndast þú með? Ég heiti Brynjar Ingi Ágústsson og ég var með Ristað brauð. Af hverju ristað brauð? Af hverju Ristað brauð? Þú sérð, ég átti að gera lokaverkefni og ég var búinn að steingleyma því. Og hálftíma fyrir skil, þá var ég svona, fuck, ég þarf að skrifa handrit. Þannig ég skrifaði handrit á hálftíma. Og ég bara labbaði húsið mitt og það var bara að líta og ég sá ristavél og ég svona, gegga, ég ætla að gera kvikmynd ristað brauð. Af hverju ákveðst að taka þátt í þessari keppni? Ég meina að ég vann á þessari keppni síðustu 2 árin og ég var svona loksins með mynd til að sína, þannig ég var svona, af hverju ekki sína það? Finnst þér ristað brauð gott? Já. Ertu alveg viss? Móst þér líka? Ég meina ég með það í vasanum, býtu. Það gátt. Þetta er ristað. Hversu lengi skrifaðu handritið? Hversu lengi? Ég meina það tók bara hálftíma en svo... Hálftíma? Ég tók hálftíma og svo sendi ég það inn og svo var eitthvað smá breytt í eftir á. En hversu lengi, hvernig myndir lýsa ferlinu? Var þetta skemmtilegt ferli? Mjög chaotic, ég svaf ekkert út af því að ég hafði svona 2 vikur í að gera myndina. Við tókum hana upp á samtalsheld í 4 dögum og ég eyddi 3 nætum og dögum að klippa hana. Ertu búinn að fá einhvern fyrir þetta verkefni eða? Ég fekk 8. Vel gert. Ég myndi gefa það 10 sko. Þótt að ég skilaði henni og kláraði líka og ég fekk 8 fyrir það. Eru einhverjar spurningar úr sal? Þú? Já. Má fá sér ost á ristað? Já. Og fleiri? Þú? Ætlar að gera þessu myndi fullri lengri tíma? Ég meira svona í að gera fullt af litlu myndum, bara þú veist framhöld, kannski svona 10 af þeim eða eitthvað. Sorry Gunnar. Þú hana aftast. Upprunalega átti að vera aðeins dýpri merking en það var það ekkert. Eiginlega svona eina sem ég hef er það að allir í myndinni sem að deyja, þetta er allt slæma manneskjur. Eins og sá sem að deyr í byrjun, ég átti upprunalega að hafa hann bara svona algjör begett, glemdi svo að segja leikarum það, hann improvisaði sagði að ég er ekki hommi sko, línu og ég fannst að þetta er perfekt, þetta heitir það karakterinn. Og svo bara er hann dreipir og ég veist að gegja það. Og kannski einu mínút, já, þú. Eru ekki öll ristað brauð eins þinni? Jú. Ég er staðfest, ég byrjaði að skrifa handrit fyrir framhald að þessu. Maður spyrir hversu lengi er þetta nú að vera í vassinu hjá þér? Svona hálftíma eða eitthvað, ég fann þetta úti. Ég kom ekki með það sjálfur. Ósköpnum tókstu með ristað brauðið? Ég fann þetta bara út á götu og ég bara svona, af hverju ristað brauðið það? Gekkja, ég ætla að taka það með. Þú mátt endalega gefa honum bara nafn og heiti á myndinni einu. Já, ég heiti Patríkur Thor og ég gerði Greimann. Mín fyrsta spurning til þín var einhver ákveðin mynd sem veittir ákveðin innblástur og gaf þér hugmyndur að byrja að hugmyndavinnu? Þessari mynd, nei sko, en karakterinn Gary Greimann sjálfur sko er byggður á karakter sem ég átti hugmyndin á 2014 einhvern tímann og er svona búin að vera að þróa alveg síðan svolítið og myndin sem örugglega allir vakti mestan innblásturinn var örugglega Lego Movie sem kannski mjög erfitt að sjá sko, það er ekkert lengur ekkert eitthvað að treysa þeirri mynd lengur í þessu sko en já, þessari mynd sko, þetta var bara ég bara channela minn innri Doctor Who sci-fi nörd sko og gera bara skemmtilega ævintýra mynd sko. Af hverju valdirðu skóginn til þess að byrja að taka myndina? Þetta átti ekki að vera skógur fyrst sko, þetta átti fyrst að vera bara út á svona bara einhvers staðar út á miðru landi bara það sem að bara einhvers staðar í heiðmörk eitthvað bara fyrir utan skóginn þar en svo átti að maður við það er að fara að vera bitch að taka það upp út á vindinum þannig að ég skipti yfir í skóginn sko, það var svona hefði verið þægilegra upp á hljóðið bara. Hvernig finnst þér að sýna myndana fyrir almenningi? Já, þetta er nú ekki fyrsta sinn sem við sýnum þessa í Bíóparadís. Það er við vorum með sérsýningu á þessari mynd núna í nóvember og já, vorum með tvær sýningar á einum degi og það var bara æðislegt en við sýndum það þá í sal 2
þetta tölvöld stærri skjár, þannig að það var skemmtileg tilbreyting. Ég verður að segja líka að mér veist gæðin vera bara episk í þessari mynd, bara takk miðað fyrir. við hérna myndina, hvernig fengu svona rosalega góð gæði í myndina. Já, takk fyrir, gaman að heyra. Þetta bara var ógeðslega gaman sko, bara ég vil þakka Alexi sem hérna, sem bara fyrir að taka myndinu upp, algjör góðsögn, og Gabriel Eli og bara og Sölku og Daniel og Kára Trevor. Kári Trevor hérna nokkuð? Já, hann hann, já. Og já, og Latta og Bjössa og Villa og bara öllum bara sem kom að myndinni bara, þetta var ógeðslega gaman. Voru einhverja spurningur sal? Allavega ein, þetta var ekki mynd, sko. Þú hana aftari? Já, ég er búinn að skrifa framhaldið. Það lengra, það betra og skemmtilegra. Ertu búinn að skrifa það? Já. 30. Þetta á 23 ár, held ég, þetta handrit. Ég var að spyrja hversu lengi tekur þér að skrifa handritið, eða hversu lengi tók að skrifa fyrsta og annan handritið? Sko það er mjög mismunandi sko, þú veist, það með hvað tekur langa tíma að skrifa handrit fyrir mig, sko þetta, sko fyrsta Gary myndin þessi, sko, þá var ég ekkert að flýta mér það mikið. Þannig að ég var svona 2 vikur bara að dunda mig við það, og ég held ég hafi verið svona 2 vikur eitthvað líka að dunda mig við framhaldið, sko, og þetta getur oft verið mismunandi. Ég hef skrifað handrit í fullu lengd á viku, sko, þannig þetta oft bara svona mjög mismunandi, sko, þetta svona svolítið bara hversu mikið maður flýta sér og drífa sér að koma því út, sko, þannig þetta svona, já, en þessa myndir svona, ég leiði fyrstu að marinera svona aðeins bara, svona, ég var ekkert að flýta með það. Einhverja fleiri spurningur? Við sáum mjög fræga leikara þarna í myndinni. Já. Hvernig færðu svona stórleikara í myndinni? Bara hringið í fólk, þetta ekki stórt land. Þetta er lítið land, sko, þetta eru frændur ykkar, frængur. Það var Latti að leika hauskupuna? Nei, það hefði verið geggjað, sko, en nei, þetta var Hatti, Hafsteinn Níelsson, ógeðslega flottur talsýttari, hann talsýtti meðal annars Spiderman í Into the Spider-Verse, íslenska dubbið á því, ógeðslega flottur, og nei, Latti var þess að kallinn hann í lokin sem var að tala við hann á skjánum. Einhver önnur spurning, bara ein spurning kannski í lokin. Nei, hörru, endalega gefa stelpunni. Takk fyrir. Mækina. Bara nafn og nafnið á myndinni þinni. Já, ég heiti Iðun og ég leikstýrði og skrifaði myndina Skógaferðin. Af hverju ákveðst að taka þátt í þessari keppni? Mér hef alltaf fundist gaman að myndum svona, og þegar ég ákvað að fara í FH þá heyrði ég kvikmynda gerðina sem var eitt dæmi, og ég var svona, þetta hljómar mjög spennandi, og svo bara byrja svona að segja okkur, þið að skrifa handrit, og ég sagði svona, hugsaði mig fyrir, og þá kom bara sagan allt í einu bara fyrir mér. Hvernig var að leika? Eða hvernig var að skrifa handrit? Ég skrifa handrit. Hvernig var að skrifa það? Það var mjög gaman, ég var svolítið svona eins og byrjunin þegar hún er að tala í síman. Það var ekki original byrjunin, það átti bara að byrja í skóginum bara þegar það er labba. En ég bætti við símtali svo þær gætu vita svona hvernig sambandi er á milli karakterina. Já, það var mjög gaman að skrifa þetta. Ég var að vinna heima og í skólanum og það var ógeðslega gaman að finna upp nýja hugmyndi til að gera þetta. Hversu lengi tók þið að tók ykkur að klára að klippa og taka upp og allt það? Tók svolítið tíma, ég held að ég byrja á þessu í október og við tókum þetta upp í endanum á október og áfram í nóvember og endum kannski svona í endanum á nóvember. Og svo klipptu ég og Mika, frábæði klippimæðurinn sitjandi. Við klipptum þetta í desember bara til að vinna þetta í skólanum og okkur gekk var mjög vel, er það ekki? Hvernig fannst þér að sjá myndina á svona mikla stóra skjá hérna? Mjög gaman, sérstaklega ég var mjög stressað því að svona, nei, allir er að fá að sjá myndina mína, þetta verður svo hræðilegt. En svo var þetta bara mjög skemmtilegt að sjá hvernig áhörfundunum líður þessa mynd og þannig. Er eitthvað spurningar? Nepp, það bara, takk ykkur bara kærlega fyrir að koma.